Helstu vöktunarþættir á jarðhitasvæðum Landsvirkjunar á Norðausturlandi að þeir snúa náttúrulega fyrst og fremst að auðlindinni sjálfri og það þá jarðhitaforðinn. Forðafræðin snýr í raun og veru að því að reyna að skilja jarðhitakerfið sem undir fótunum á okkur hérna. Og jarðhitavökvi sem sagt nýttur úr jörðu með því að bora borholur niður á það bil 2 kílómetra dýpi og þá kemur vatn og gufa í bland upp úr holunum og það þá leitt síðan eftir pípum hérna eftir svæðinu og inn í jarðhitavirkjun. Og þar fer þetta bara í gegnum venjulegar gufutúrbínur og það mynda rafmagn. Jarðhitavökvi, hann dregur í sig mikið af uppleystum efnum. Með hækkandi hita þá eykst upplausnin og hann getur haldið miklu meira efnum í sér. Annars vegar það að losa jarðhitavökvann með þeim efnum sem í honum aftur niður í jarðhitakerfin, þaðan sem þau koma, og hins vegar að styðja við endurnýjun á vökva inn í kerfið. Einn þáttur í þessari vöktun sem að Íslenskar orkurannsóknir sinna fyrir Landsvirkjun að fylgjast með skjálftavirkni á þessum jarðhitasvæðum hérna. Niðurdæling getur orsakað jarðskjálfta þegar affallsvatnið frá virkjununum dælt niður í borholur, kannski niður á 2000 metra dýpi eins og gert í Kröflu. Og hafa þess vegna verið settar upp skjálftamælistöðvar, en þessar stöðvar mæla mjög litla skjálfta. Þessar upplýsingar geta einnig gefið okkur þá upplýsingar svona eðli og innri gerð jarðhitakerfisins og við getum kortlagt sprungur út frá því hvar þessi skjálftar raða sér á hugsanlega einhverja línur eða stefnur. Því allt gengur þetta út á það að finna sprungur í berglögunum þar sem að vökvinn á ferðinni og reyna að ná honum þannig upp til yfirborðs borholur. Jarðhitalíkönin, það eru reiknilíkön sem eru byggð á öllum þeim gögnum sem við höfum safnað. Við raun og veru reynum að taka þau öll saman inn í reiknilíkan sem hermir flæði vatns og gufu jarðhitakerfin og hermir sem sagt áhrif vinslunar á kerfið og sýnir okkur hversu hratt það endurnýja sig og hversu mikið má vinna úr því til langs tíma og hvað hagkvæmasta leiðin til þess að nýta auðlindina. Og það skiptir náttúrulega máli að fylgjast vel með því og þekkja auðlindina vel að við viljum vinna á sjálfbæran hátt og fylgjast með því að kerfið að endurnýja sig